Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við ætlum áfram að fjalla bækur og til mín eru komnir tveir höfundar. Velkomnir Skafti og Óskar Þór. Takk fyrir. Takk fyrir. Og til hamingju með nýju bækurnar ykkar. Takk fyrir það. Takk. Ef við byrjum bara á þér Skafti, þú fórst til Rússlands. Ég fór til Rússlands. Og segðu okkur, hvernig var? Það var æðislegt. Það var mjög skemmtilegt. Já. Þetta náttúrulega, bara það að Ísland skildi komast í úrslitakeppni HM í fótbolta algjört ævintýri. Það var náttúrulega bara fáránlega frábært. Já, svona lítil þjóð, eins og ég segi nú í bókinni, sko, þetta örþjóð, langminnsta þjóð sem nokkuð tíma hefur komist á HM. Nokkuð tíma. Það vakti mikla athygli og fólki þótti svo vænt Ísland, kannski vegna þess hvað við erum lítil. Liðið náttúrulega sló í gegn í Frakklandi sínum tíma, stemmingin var svo mikil. Það var eins núna. Enginn búinn að gleyma því? Nei, enginn búinn að gleyma því. Maður heyrði það alls þar, alveg sama hvað maður kom. Verslanir, fólk út á götu, hótelum eða hvað sem var, eða við völlin. Það þótti öllum ofboðslega vænt Ísland og fylgdust mjög spenntir með Íslendingum. Og þú fyrst að fylgja liðinu bara eftir út allt, það ekki? Jú, jú. Við íslenski blaðamannahópurinn flög með þeim alveg frá Keflavík bara beint niður að Svartahafi alla leið. Þar höfðu þeir sínar bækistöðar. Voru þar á milli leikja, svo flugum við með þeim í leikina. Og svo daginn eftir, þeir fóru strax eftir leik aftur, en við morgunin eftir. Blaðamannahópurinn, en þurftu svona að vinna. Og fenguð þið eitthvað að vera að spjalla við leikmenn, en þurftu þeir ekki alltaf að vera eitthvað bara hvíld? Nei, við fengum nefnilega ekkert eiginlega að gera það. Nema á hverjum degi fyrir æfingu komu einhverjir 2, 3, 4 sem voru valdir, töluðu við pressuna í korter minni mig, eða hálftíma kannski. Og svo var það ekki meir. Þannig að þetta svona kannski bara með þínum augum þetta ferðalag, þú tókst myndirnar líka? Já, ég tók nánast alla myndirnar sjálfur. Þetta bara mín upplifun af þessari keppni. Já, Ævintýri í Austurvegi heitir bókin. Já, Ævintýri í Austurvegi, strákarnir okkar á HM í Rússlandi. Já. Og þetta svona tákna myndu fyrsta leikinn. Aron Einar og Messi liggur hérna í grasinu. Já. Og Ragnar. Já, mín upplifun, ég skrifa þetta sem dagbók, þetta mín upplifun, en líka töluvert ítarlega umfjöllun hvernig einasta leik, þessa 3 leiki. Alls konar tölfræði og allt þannig fyrir nördana. Viðbrögð, samtöl við strákana og þjálfarana. Og var ekkert mál að koma þessu heim og saman á svona stuttum tíma? Nú var þetta í vor eða sumar? Jú, bókin kom út eða bara var klár mánuð eftir ég kom heim. Ég skrifaði þetta, grunninn skrifaði bara í rauninni á staðnum á sama tíma til að ná þessari upplifun. Ég hef búin að sjá bókina fyrir mig, hvernig hún lít út. Þú fórst alveg með þetta markmiði? Já, ég fór út til þess að skrifa þessa bók. Það var meginmarkmiðið. Svo vann ég líka fyrir Morgunblaðið, eins og á EM í Frakklandi, svona svipað. En já, þannig ég vissi hvað ég þurfti að myndum, hvernig myndir ég vildi. Þannig að mánuð eftir þú komst heim var hún tilbúin? Já, það var hún til. Fór í prentun og kom út bara einhvern tímann hann í haust. Og fæst núna í öllum betri verslunum? Ég veit ekki betur. Heyrðu, þá skulum við forvitnast aðeins bókina þína, Óskar Þór. Já. Það aðeins öðruvísi. Já, þetta er sem sagt bræðrasaga. Já. Einn að var góður í fótbolta. Já, það? 2. 2? Já, 2, fyrirgefðu. Já, 2. Já, sko, þetta er sem sagt akureyskir bræður sem eiga reynda rætur 3 eða 4 þeirra. Eiga rætur svo sem austur á landi, norðausturhorninu, Þórshöfn og sá elsti austur á Héraði. Kennedy bræður eru þeir kallaðir. Já. Og hafa alið manninn mest alla tíð hér á Akureyri. Já. Og þeir eru þekktir fyrir sína athafnasemi í atvinnurekstri hér á Akureyri. Já. Og líka bara sem persónur. Og ég reyna að segja hvoru tveggja í þessari bók atvinnusöguna, sem er bara stór hlut af sögu Akureyrar, og sögu þeirra allra líka, persónulega prívat sögu, sem eru mjög mismunandi og er mjög áhugaverð. Kennedy, það er ekkert alveg á hreinu af hverju þeir eru kallaðir Kennedy-bræður. Nei, og þeir vita það ekki sjálfur. Þeir vita það ekki sjálfur. Ekki 100%. Það er svo slæmt. Já, það er eiginlega svo slæmt. Það er talið, þeir telja að umboðsmaður Sjóvá, Kristján P. Guðmundsson, hafi fyrstur manna sett þetta fram. Já. En þeir eru samt ekki alveg vissum að það hafi verið hann, en telja það. En þetta festist svona við það? Já, og sennilega er þetta vísan í, sem sagt, já, það er náttúrulega klálega í bandarísku bræðurnar, Kennedy bræðurnar, og trúlega þessa samstöðu og bræðralag eins og einkenndi þá vestur í Bandaríkjunum.
og það er nákvæmlega saman sem á við þá. Það er skemmtilegt. En ekki, dreymdi mig það, eða heyrði ég þið lýsaði einhver staðar að það er tilviljun að þið settust á Akureyri? Jú, það er alveg rétt. Það er rétt, það er algjör tilviljun. Segðu okkur aðeins frá þeirri tilviljun. Já, það var þannig að þegar fjölskyldan flytur frá Þórshöfn 1945 haustið, þá bara einfallega voruð á leið til Reykjavíkur, fjölskyldan, því að pabbi var búinn að fá vinnu, ég held ef ég maður rétt hjá SÍS í Reykjavík sem bókari. Flutningabíllinn öxulbrotnaði hérna rétt fyrir austan Akureyri og þá þurfti að bíða í hálfa mánuð eftir varahlutum og á þeim tíma leist þeir svo vel á Akureyri að þeir settu sig niður fjölskyldan hér og fóru ekkert lengra. Þetta er alveg magna. Þá hefði bílalega Akureyri aldrei verið til. Og það er líka svo skemmtilegt hvernig bílalegan var til. Segðu okkur aðeins frá því. Já, það var líka svona tilviljun með þetta. Já, í rauninni sko. Þeir byrja bara að eiginlega fikta við að leigja út bíla prívat og persónulega. Sína eigin bíla? Sína eigin, bara fjölskyldubíla. Og svo bara var svona eins og þeir hafa alltaf verið svona með svona skemmtilega húmor, samkeppni á milli þeirra, innbyrðis og hafði mjög gaman að og höfðu pössuð að segja ekki hinum frá þegar þeir fengur svona góða leigu sko. Og þannig að þeir voru 3 farnir að leigja út bíla. Já, og í svona keppni innbyrðis. Með sinni vinnu á sínum vinnustöðum. Já. Svo bara þegar þeir sjá að þetta er bara gefur vel af sér, ef haldið vel utan um þetta, þá ákveður að taka skrefið, að Skúli reyndar fyrstur, Skúli Ágústsson. Og síðan koma hinn í kjölfarið 2, Birgir og Vilhelm, og þannig verður bíla akkurat til 74. Og er það ekki fyrsta bílaleiga á Íslandi eða hvað? Nei, þá voru 2 bílaleigur starfandi í Reykjavík. Þetta var fyrsta bílaleigan, held ég mig að segja, utan höfuðborgarsvæðisins. Þetta fyrirbæri var til bílaleiga? Já, og hún varð eiginlega á fyrsta ári strax stærsta bílalega landsins og hefur verið það síðan. Já, vá. Þannig að þetta gerist ótrúlega fljótt, þetta er ævintýri. Já. Og svona sögur og fleiri sögur ert að segja í þessari bók? Já, og þarna eru líka bara örlega sögur líka, eins og þarf að vera. Þannig að ég reyni að hafa þetta breytt og varpa svona ágættisljósi, ég vona að mér takist það. Já, akkurat. Þessar bækur voru að koma út núna og hvað svo næst? Eru þið að fara að setja ykkur í stellingar fyrir bara næstu bókaskrif eða þurfið aðeins að lenda og anda fyrst? Já, við erum það náttúrulega, við erum að uppljóstra leyndarmálinu. Við erum að vinna saman. Þú vissir það ekki. Hefur þetta skúbb í þættinum? Þú vissir það ekki. Ég vissi það ekki. Ég er endar að fara að skrifa bók og svo ætlum við að fara að skrifa bók líka. Segja okkur meira. Íþróttasögu Akureyrar, hvorki meira né minna. Það verður nú sennilega bara 100 ára verk, sko. Já, það verður, minnstakosti. En það verður við báðir mjög gamlir, það er Já, það er just. Já, við ætlum að fara, erum svona byrjaðar að grúska, já. Já, við erum svona komnir aðeins á stað með að afla heimilda í það verkefni. Hvað ætlaði að fara langt aftur? Bara eins langt og þarf. Eins langt og hægt er. Já. Komast að hvort að Helgi Magri stunda einhver íþróttir. Sennilega ekki gert það. Þetta er einhvern veginn fyrir 1900. Hann geti hafa stokkið á stöng, hvað veit maður? Jafnvel. Já, ég er eins og Skafti, ég er líka með aðra til hliðar líka. Má segja frá því? Nei, ekki strax. Ekki strax. Ekki minni heldur. Nei, ok, það er bara leyndó. En sem sagt, þetta er ákveðin fíkn. Já. Sko það er ekki þannig að þetta sé eitthvað aðal starfmars. Þetta er eiginlega svona helgar og kvöldvinna. Þetta er aukadjófið. Já, algjörlega og en það er rosalega erfitt einhvern veginn að slíta sér frá þessu. Hvað er það? Ég veit það ekki. Kannt þú að skýra það Skafti? Er það þessi þörf til að miðla eða þörf til að grúska eða bara bæði? Við erum báðir auðvitað blaðamenn upplægi og við höfum gaman að því að miðla og við þekkjum hvernig er að miðla og höfum gaman að því. Myndur þú taka undir þetta, að þessi miðlunarþörf? Já, einhvers konar þörf, þetta er óbúrslega skemmtilegt. Bæði grúskið, svo náttúrulega að fá að fara á HM í Rússlandi, mjög skemmtilegt. Það spillir ekki fyrir. Þetta var ævintýri, eins og þetta. Já, frábært. Sko ég hef talað það sem ég hef gert, þetta er 3. bókin sem ég skrifa. Ég skrifaði bókin fyrir að hluta til, stærstum hluta skulum við segja, og svo 2 aðrar, bók Helenu Egilsdóttur, sem reyndar mjög skrítið tilviljun. Helena og þeir bræður eru bræðra börn. Það gat nú verið. Já, það er algjör tilviljun að þetta var þannig. En ég lýsi þetta sem blaðamanna sagnfræði. Ég er ekki sagnfræðingur. Ég sjálfur er ég landfræðingur. En þannig ég fyll ekki út í þessa kröfur ítrustu sagnfræði kröfur. Nei. Þannig að ég ger þetta svolítið á annan hátt. En ég held að það sé ekki verra. Það er einmitt best og mjög skemmtilegt.
Jú, ég hef skrifað svoleiðis bækur líka, það er mjög skemmtilegt. Já, svona ævisögur og fólk og... Nei, ég skrifaði íþróttir. Já. Og ætlar að halda þig áfram í því? Já, hluta til, ekki alveg. Ég segir það kannski seinna. Já, þetta er svo spennandi. Haldið okkur bara forvitnum. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessum bókum og bara gangi ykkur vel að lesa upp úr þeim út um allt. Takk fyrir komuna. Takk, bless.